Velkomin í Réttarholtsskóla. Við erum nemendur í 10. bekk sem að útskrifast og við ætlum að kynna fyrir ykkur skólann. Réttarholtsskóli er safnskóli þar sem Fossvogsskóli, Breiðagerðisskóli og Hvassaleitisskóli safnast allir í Réttarholtsskóla. Skyldufaun í Réttarholtsskóla eru íslenska, stærðfræði, enska og danska. Einnig mun þú vera í íþróttum og lífsleikni alla þína skólagöngu. Í 8. bekk fer í samfélagsfræði, í 9. bekk fer í sögu og í 10. ferðu í þjóðfélagsfræði. Einnig lærir raungreinar á borði náttúrufræði, eðlisfræði og líffræði. Í 8. bekk fer í list og verkgreinar sem eru myndmennt, smíði, heimilisfræði og textíl. Í 8. bekk ertu valinn í umsjónarhóp og ert alltaf með bekkninum í öllum fögum. Í 9. bekk velur þú hóp eftir námsgetu og velur valfög. Þetta er mjög svipað og áfangakerfi sem leyfir þér að upplifa bæði kerfi fyrir menntaskóla. Herðu, hvernig eru hérna með? Jóhann Gunnar Einarsson. Ég heiti Bryndís. Guðmundur Þór Magnússon. Valdimar Helgason. Hvað finnst þér einkenni af Réttó? Einkenni af Réttó. Það sem einkenni af Réttó er gott samband milli nemenda og starfsfólks. Hvað einkennir Réttó? Ótrúlega góður andi og jákvæðni. Það sem er einkennandi fyrir Réttó eru góð samskipti kennara og nemenda og góð samskipti skólans og foreldra, skóla og heimilana. Umburðarlyndi. Ef þú væri nemendur í Réttó núna, Já. hvað valfag myndir þú velja? Svona eitt valfag sem þú myndir velja. Ég myndi velja hljómsveit. Ég er svo góður að syngja. Ef ég væri nefndur Réttó, þá myndi ég alltaf fara í CSI. Hugleiðsla og slökun hjá Gúa. Vísindaval og framhaldsskólastærðfræði. Og efnafræði. Hvaða kennari finnst þér mest ógnvekjandi? Guðmundur Þór Magnússon. Gummi eða Valdimar? Það er engin ógnvekjandi kennari. Það er ekki bara þú. Mögulega, en það er ekki, nei, er það? Ég er bara léttur ljúfur og kátur, sko. Kim. Og hvað er þinn uppáhaldsbekkur frá upphafi í Réttó? Uppáhaldsbekkur frá upphafi. Það er bara rétt Já, það er 8. JG. Já, bæng! Það hlýtur að vera bara einhver bekkur frá því að ég byrjaði að kenna þetta á svo 20 árum og það er bara 10. BH. Það er bara eitt rétt svar. Já, sko, uppáhaldsárgangurinn er alltaf 10. bekkur. Og þegar maður er umsjónarkennari þá verður maður að segja umsjónarbekkurinn sín sé uppáhaldsbekkurinn sín. Þannig að það er 10. Hann er það líka. Já, alveg yfirbara bekkur. 10. bekkur. Já. Hérna, og hver er uppáhaldsnemandi? Þú. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Þegar þú kemur í 9. bekk þá velir hóp eftir námskeiti í íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku. Í hópi 1 er farið hægar yfir efnið í fámennum bekkjum, þar sem hægt er að fá meiri aðstoð við námið ef þú þarft. Hópur 2 er það sem flestir velja, en þar er farið yfir efni á venjulegum hraða í meðalstórum hópum. Í hópi 3 er svo farið hratt í gegnum námið í stórum hópum. Það er minni aðstoð og búist við að þú hafi góð tök á náminu. Þegar þú fer í 9. bekk ferðu í það sem kallast valgreinar. Í boði eru fullt af valgreinum sem er hægt að nálgast inn á réttarholtsskóla.is. Í valgreinum er ákveðin skyldufög í 9. bekk sem þú velur annaðhvort myndlist, textíl eða smíði. Þið kynnið ykkur valgreinahefti vel og skoðu vel hvað er í boði. Velja skal fyrsta val, annað val og svo framvegis. Setjið það sem ykkur langar mest í efst. Þið þurfið að velja frá 1. til 8. val. Það komast ekki allir í alla greinar. Veljið varaval sem ykkur finnst alvörinni áhugavert. Ekki bara eitthvað af handahófi. Hægt er að fá listnám eða íþróttaiðkun metin sem valgrein. Ef nemendur stunda annað nám utan skólan, jafngildir 2 klukkustunda nám, 1 stund í vali.
Mest er hægt að fá 10 klukkustundir metnar sem 5 stunda val. Nemendur verða að skila inn vottorði frá tónlistarskóla, íþróttafélagi eða einhverju viðlíki þar sem námið er staðfest. Við erum mættir í bústaði, hvernig erum við með? Þór úr bústöðum. Það er svo útskýra fyrir þess að ég veit ekki, hvað eru bústaðir? Bústaðir eru félagsmiðstöðin ykkar í Réttó sem er bara staður sem þið getur komið á kvöldin eða eftir skóla og fer eftir hvaða dögum það er og þetta er bara mjög skemmtilegu staður að vera, skemmtilegt starfsfólk, góð dagskrá og förum stundum í ferðir og eitthvað svoleiðis, gistinótt og sexuböll og eitthvað svona. Hvernig kemst maður svona inn á svona böll og ferðir og eitthvað? Það er með mætingastig sem eru stig sem söfnuð þegar þið mætið í bústaði. Þá þurfið alltaf að skrifa nafn og bekk í bókina og þá safnið þið mætingastig jafnt og þétt yfir skólaárið og efstu kannski, ef það er pláss fyrir 50 í skíðaferð, þá eru efstu 50 á mætingalistan sem að fá forgang í ferðinni. Já, ég skil. En hvað er þetta að gera í bústöðum? Bara margt mjög skemmtilegt. Það er alltaf eitthvað dagskrá sem er í gangi. Og svo erum við bara með alls konar rými, með alls konar í boði, með PlayStation og pool, herbergi og pingpong og pílu og stúdíu sem við erum í hér. Hægt að gera lög og podcast og svona. Og bara, já, mjög margt skemmtilegt. Finnst þið það ekki, strákar? Jú, mér finnst það sko. Í gennum skólagönguna hér í Réttó myndi væri 2 ferðalög. Í 9. bekk ferðu í Vindárslíð þar sem þú gistir í 4 nætur og síðan í 10. bekk ferðu í Skagafjörð þar sem þú gistir í 2 nætur, ferðu í riverrafting, paintball og gerir margt fleira. Þetta eru mjög skemmtilegar og eftirminnilega ferðir. Í Réttarárskóla er mjög skemmtileg félagslíf og oft eru venjulegir skóladagar brotnir upp með skemmtilegum viðburðum eins og böllum, þemandöfum, íþróttamótum og fleiri skemmtilegum hlutum. Réttó tekur líka þátt í skrekk á hverju ári. Svo tökum við líka þátt í skólareisti sem er alltaf mikil stemming. Hvað er svona besta við félagslífið hérna? Allir skemmtilegir. Hvað er mörg böll? Það er bara fullt af alls konar böllum og skemmtilegi dagar. Já, það eru geggjur böll og alls konar skemmtilegi dagar og eitthvað. Böllin eru Ok, hvað finnst ykkur besta við Réttó? Bara að vera með öllum vinkonum mínum. Já, bara sama sko. Bara samveran í það. Mér finnst best að fá graut. Já. Gauturinn er bestir. Já. Kennararnir. Körfuboltavellir. 12-módelin. Strákar, hvað er þið spenntastu fyrir á hérna næsta ári í Réttó? Bróður Þorkels að koma í skólann. Nýjar kennarar og eitthvað. Ok. Takk fyrir. Hendur upp, finnum mig í hverfinu.